Veldu Kjarnafæði. Já, komið sæl. Hitinn sló í 16 stig á Vesturlandi í dag sem nú 2 gráðum betur en í gær. Það segja hámarksiti. En það var nokkuð víða næturfrost síðastliðna nótt og var að mælast alveg niður í 3-4 stig. Róleita veður nú í morgun en svo hefur nú aðeins verið að þykna upp hjá okkur hér sunnan til og bæta í vind þegar liðið hefur á daginn og það hefur nú að gera með þessa nokkuð kröppur lægð sem hér suðvestur í undan landi og við sjáum á hreyfimyndinni að hún svona sendir skilabakka hér upp að suðurströndinni og hann kemur inn hér þá í nótt og leitar síðan svona norður yfir landið, svona nokkuð slitrótt úrkoman frá honum, kannski samfelldari á austur- og suðausturlandi en vissulega fáum við einhverju úrkomu á köflum í öðrum landshlutum. Og líkur nú svona á næturfrosti, þær fara nú minnkandi því að þetta nú hlýra loft sem er að streyma hér til okkur og við sjáum kalda loftið leita hér til norðausturs frá okkur og útlit fyrir að verði nokkuð sumarlegri hitatölur á næstu dögum. Á næstunni þá sjáum við hvernig það er að hvessa hér með suðurströndina þegar líður á kvöldið og nóttina. Svona lítið sem engin úrkomi í þessu framan af og jafnvel bjart víða í nótt. En við sjáum skilin snerta hér suðurströndina síðla nætur eða í morgunsárið og klukkan 8 í fyrramáli þá verður staðan á þessa leið. Það verður allt hvasst eða hvasst hér með suðurströndinni, hægari vindur eiginlega þegar norðar dregur og þar verður sólríkt í fyrramálið og hitatölur svona almennt nærri 10 stigum á landinu þegar hér er komið við sögu. En þessi skil þau halda áfram að leita hér norður inn á landið þannig að viðbúið að hér sunnanheiða þá fáum við eitthvað skerfa úrkomu þegar líður á daginn, jafnt hér á suðvesturhorninu sem á suðausturhorninu og svo sjáum við einnig að það birtast flekkir í þessu hér norðanheiða þegar svona fer að halla að kvöldi á morgun og klukkan 18 þá sjáum við að alveg síðan þá nú hitatölur á bilinu 10 til 15 stig en það er vissulega aðeins kaldara út við austurströndina það sem andara af hafi. Og þetta heldur síðan bara áfram annað kvöld og fram á fimmtudaginn svo sjáum hér það verður svona alltaf misvinda það er austlæg átt hér eða suðaustlæg yfir austanverðu landinu en vindátt verður smá saman norðlæg hér fyrir vestanland og lægðamiðjan sjálf komin hér á fimmtudagsmorgun rétt suður af landinu og sjáum að svona hitatölur nokkuð áþekkar á fimmtudagsmorgun og kortið sýndi á það fyrir morgundaginn. En þetta síðan úrkomubelti sem hér yfir miðjlandinu gefur smá saman undan og verður svona nokkuð þurrt á landinu seinnipartinn á fimmtudaginn. Einhverju lítilsháttar úrkomuflekki hér aðalega þá til fjalla en við sjáum að áttinni suðurlag hér yfir austur af landi, norðlag hér fyrir vestanland og það fer úr þessu svona að létta nokkuð víða til sunnan til á landinu. Og á svona þróun fram til föstudags er síðan nokkuð eindregin, það verður svona norðanátt ríkjandi í þessu hjá okkur 3 til 8 metrar á sekúndu og þegar við erum komin frá föstudagsmorgun þá sjáum við að það er orðið léttskýjað svona víðast hvar á sunnan og vestanverðu landinu, skýjað að öðru leyti en úrkomu lítið eða alveg þurrt og hitatölur getur verið að slaga í þetta 17, 18, 19 stig hér sunnan til á landinu en verður meira nærri 10 stigunum fyrir norðan og svo er að sjá þá að á laugardaginn að þá verðum við áfram í svona norðan eða norðaustan andvara spákortin eru nú að gera ráð fyrir að það komi ykkur úrkomubakki hér inn á suðurströndina þegar líður á laugardaginn og það gæti jafnvel ringt okkur víða vestanlands þá á laugardagskvöld. En varðandi svona veðri hjá okkur á morgun þá fáum við þennan úrkomubakka sem leitar hér norður yfir landið verður allt hvasst eða hvasst við suðurströndina, hægari vindur að öðru leyti. Segjum þetta gott í bili. Verið sæl.